Umhverfisstofnun hefur í samstarfi við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið staðið fyrir átaki í friðlýsingum síðan í júní 2018. Það er að fjölgun friðlýstra svæða í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar þarum. Eitt af hlutverkum Umhverfisstofnunar í þessu starfi er að undirbúa friðlýsingar. Þá erum við að undirbúa svæði sem eru á eldri náttúruverndaráætlunum, stækkun þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, svæða sem eru í verndarflokki rammaáætlunar og síðan svæða sem eru undir álagi vegna ferðamanna. Og það er ekki síst vegna þeirra síðustu sem við fáum oft tillögur frá landeigendum sjálfum og viðkomandi sveitarfélagi. Þeir eiga oft frumkvæði að þessum friðlýsingum og það er auðvitað mjög dýrmætt að fá tillögurnar svona frá fyrstu hendi frá þeim sem að þekkja landið og teki vænt það. Við erum að vernda í margvíslegum tilgangi. Það skilja allir að við viljum vernda einstök svæði af því að þau eru vísindilega merkileg og við viljum geta rannsakað þau í framtíðinni. Við erum líka með svæði sem að skipta tegundir miklu máli eins og bjöllutegundir eða fuglategundir og þess vegna verndum við svæðin fyrir stofnana. En svo eru önnur svæði sem við verndum fyrir okkur sjálf, fyrir mannfólki. Það eru margir sem rækta garðinn sinn, eru að rækta pottaplöntur inni hjá sér, eru jafnvel með fiskabúr heima hjá sér. Fólk er einhvern veginn að reyna að draga umhverfið nær sér til þess að finna sálarró og frið, að reyna að núllstilla sig. Friðlýsingin er síðan unnin á grundvelli náttúruverndarlaga. Markmið lagana er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, jarðfræðilega og líffræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. En það er líka markmið lagana að vernda og nýta á sjálfbæran hátt auðlindir og náttúrugæði landsins. Og þegar við gerum þetta þá erum við að hafa í huga að við erum að hugsa til framtíðar og til komandi kynslóða. Þannig að útgangspunkturinn er svolítið sá og það sem við fáum að upplifa í dag að við gefum börnunum okkar og komandi kynslóðum tækifæri til þess að njóta þess sama. Út í Evrópu eru fjölmörg verkefni í tengslum við endurhæfingu eftir slys eða veikindi. Það er líka verið að vinna með meðferðarúrræði vegna fíknisjúkdóma allt á friðlýstum svæðum vegna þess að við í Evrópu eru opin, græn eða blá svæði, vatnasvæði orðin fágæt gæði. Hér á Íslandi höfum við gríðarleg tækifæri. Við höfum fullt af landi og mikið af því er óspillt. Ef við reyndar myndum hugsa sem til þessa græn svæði og óspillt náttúra sé í beinu samhengi við heilbrigði fólks, þá ætti Íslendingar að vera heilbrigðasta þjóð í heimi. En við erum bara eins og allir hinnir, við erum að kljást við okkar mál í heilbrigðiskerfinu. En líklega snýst þetta að rosalega miklu leyti aðgengi að náttúrunni. Og þeir sem helst þurfa á útivistinni að halda eru kannski þeir sem ekki komast með góðum hætti út í náttúruna. En við erum síðan svo eina þessum undirbúningi. Þetta er samstarfsverkefni stofnunarinnar, landeigenda, viðkomandi sveitarfélaga og ráðuneytisins, auk þess sem haft er samráð við sérfræðinga og aðrar fagstofnanir. Síðan þetta er opið kynningarferli þar sem öllum gefst tækifæri til að skila athugasemdum og ábendingum og það er síðan tekið fyrir í samstarfshópnum og auk þess sem eru oft haldnir opnir kynningarfundir. Á síðustu árum hefur stóraukist fjármagn inn í málaflokkin í náttúruvernd. Við erum að fá peninga í landvörslu sem skilar störfum í nærsamfélagi. Það skilar fræðslutækifærum inn í skóla og úti í náttúrunni. Það eru tækifæri í tengslu við viðburði úti í náttúrunni þar sem verið að rýna í náttúruna. Við erum líka að fá fjármagn í uppbyggingu og uppbyggingin er að skila sér bæði á vegum sveitarfélaga og á vegum ríkisins með bættu aðgengi.
fólk að nýta sér þessi svæði sem eru algjörlega við borgarmörkin eða bæjarmörkin hér í Krossanesborgum, við Akureyri eða kringum Reykjavík, í Mosfellsbæ og við Reyðarfjörð, allan hringinn í kringum landið. Finnum við friðlýst svæði þar sem aðgengi að stórbatna. Friðlýstu svæðin eru orðin 122 talsins. Við erum með 19 mál í vinnslu núna og í fyrra 2020 þá friðlýstu við 7 svæði og endurskoðum eina friðlýsingu. Og þetta allt svæði sem við þekkjum vel og myndum álíta náttúruperlur. Það annars vegar Þjórsárdalur sem býr yfir einstakri náttúru og sérstökum jarðmyndunum og menningarminjum að ógleymdum náttúrufyrirbærum eins og Gjánni, Háafossi, Granna og Hjálpafossi ásamt þyrpingum gervigíga. Og hins vegar eru það Kerlingafjöll sem hafa árabil verið eitt vinsælasta útivistarsvæði á miðhálendi Íslands. Svæðið ber öll einkenni megineldstöðvar. Það næststærsta líparítssvæði landsins og eitt fjölbreyttasta hverasvæði landsins. Goðafoss í Skjálfandafljóti er einn af vastmestu fossum landsins og var friðlýstur sem náttúruvætti. Hann greinist í 2 meginfossa og nokkra smærri. Ásýnd fossin sem um 30 metra breiður er fjölbreytileg eftir vatnsmagni, árstíð og veðurfari. Geysissvæðið í Haukadal sem eitt þekktasta goshverasvæði jarðar var friðlýst sem náttúruvætti líka. Þar eru fjölmargir hverir og laugar og goshverirnir Geysir og Strokkur, þeir eru þekktastir. Nú svæðinu einnig hverarhrúður á stóru samfelldu svæði. Og þá voru eldgígurinn Búrfellsgjá og Selgjá friðlýst sem náttúruvætti. Þar að finna jarðminjar sem eru sérstakar á landsvísu, hrauntraðir og gjár og misgengi er mjög áberandi í landinu, auk merkra menningarminja. Öll þessi svæði eiga það sameiginlegt að verndagildi þeirra er mjög hátt á sama tíma og það er ólíkt og þau eiga það líka sameiginlegt að vera vinsælir ferðamannastaðir og útivistarsvæði og friðlýsingunum er meðal annars ætlað að styðja það hlutverk.